Gunnar, það er 1-1 niðurstaða og svekkjandi jafntefli. Já, bara gríðarlega svekkjandi að missa 2 stig hérna. Þetta var ekki fallegur fótbolti. Svona, hann var svolítið eftir að hann ekki fótbolti sem við viljum spila og hérna náttúrulega vindin hafði náttúrulega mikið að segja náttúrulega það að það var erfitt að spila á þessu velli og hann var þurr og þetta skoppar og við náðum einhvern veginn svona ekki almennilega rytma og svona þetta bara mæta liði sem að ég veit ekki hvort þeir náðu 2 sendingum áður en bombunum bara eitthvað burt sko og eitthvað út af og eitthvað fleiri sko þannig að það bara hendaði þeim fínt sko þannig að þetta var svona tempóð var lítið á þessum leik og hérna og bara leiðilegt að sjá að Heitli þessi byrja að tefja hann á 40. og 70. mínútu með að detta sig niður í hvert eina skipti og dómari fellur einhvern veginn í þá gryfju að vera að spjalla hana í 5 mínútur hvert einasta brot eða ekki brot, skilur. Þannig að kom aldrei rytmi í þetta í seinni hálfleik fannst mér og þetta var bara erfitt að gera eitthvað úr því þá. Er þetta ekki samt svona 2 rándýr stig í súginn svona með þá baráttu sem þið telja ykkur eiga verið í? Já, þú veist, jú, við viljum vera í toppnum og við toppinn og þá þurfum við á hverju einu stig að halda og hérna í dag mætum við Fjölnisliði sem er vængbrotið og hérna en bara því miður þá bara náðum við ekki að klára þennan leik. Við fáum alltaf bara algjört djók bara marka á okkur hérna sem er bara svolítið dýrkeypt og gefur þeim svolítið blóð á tennurnar og hérna og það er bara, já, það er bara drullu fúlt, það geti ekki gert betur hérna á heimavelli heldur en þetta. Svona vantar leikmenn í ykkar hóp, bæði meiðsli og í landsliðsverkefnum og annað, fannst svona kannski mennin sem koma inn í staðinn, kannski ekki endilega svona kannski grípa það tækifæri sem að þeir voru með inn í kvöld? Ég veit það ekki, jú, þeir náttúrulega reyndu sér bara besta en ég minna náttúrulega leikur spilast náttúrulega bara í eitthvað rugl sko, skilur. Þetta var ekki tempo á þessu, þetta var ekki fótbolti, þetta var bara bomba eitthvað burt og menn leikit út allt hérna og þetta var aldrei neitt tempo og svo vindur hún þetta líka og þetta eins og þetta við náðum, það var ekki stjórn á þessu þannig að við gætum farið og kirkju oss að lifa eins og við viljum bara gera skilur og því miður þá bara gerast ekki í dag og það er ekkert út af þessu strákar sem eru núna en að koma inn í þetta verkefni ekki sko, þetta var bara, já, bara leikum spila og svona. Kannski þessum strákarnir sem vantaði, hvað er svona langt í að við sjáum þá aftur, alltaf strákarnir í landsliðsverkefnum og svo Tómas Bergi mittur? Já, þú veist, Freys og Davíð, þeir náttúrulega bara koma núna bara fyrir næsta leik. Tómas og Valdi, þeir eru bara í svona rehabi núna og hérna, og við vonumst bara til að sjá það bara sem fyrst og hérna hjálpa okkur í þessa baráttu. En við erum með flottan hóp, við erum með flotta stráka og þetta er einn af þessum hlutum sem við vildum bæta frá því í fyrra. Að breikka hópinn og vera meira tilbúin undir einhver leikbönn eða fleira og mér finnst við hafa gert vel en eins og segi þetta bara það spilaðist bara svona og það er ekkert við því að segja. En svo kemur inn á og vildi breikka hópinn en samt núna í júlí þá missið Ami Kósins alltaf til KR, hvernig sjáum við fram á að svona, bætu fyrir hans skarð? Já, þú veist það er náttúrulega bara það er bara klúbbinn ákveður það að selja hann og það er alltaf ekki að loka hérna alveg vindur hérna en hérna jú, það er mér að bara þú veist, klúbbinn ákveður það að selja hann á þessum tímapunkti og ég get alveg sagt það fyrir svona frá mínu bæjardyrum þá hérna auðvitað hefði maður viljað halda honum áfram og hann myndi klára nú tímabili með okkur og halda áfram að þroskast en þú veist, þeir fengu bara tilboð sem var bara erfitt að segja nei við og það er ekkert við því að gera, ég er nú bara þjálfarinn hérna en fyrir persónuleiti þá finnst mér það bara frábært að Amin fá þetta tækifæri, ég náttúrulega fekk hann í hendina fyrir 1,5 ári síðan hérna, mjög brotinn ungan strák hérna sem að ég sá strax að var eitthvað hérna, eitthvað annað. Það var einhver X-faktorinn sem ég sá allavega og hérna og bæði ég og teimið mitt eru búin að vinna bara svo markvisst að því að gera hann eins góður leikmann hægt er og láta hann trúa á það hvað hann er góður þegar hann vill og hann er búin að sýna það fyrst mér í þessu fyrstu leikjum í þessu móti en þetta hefði maður vilja halda hann áfram og klára það mótarmeilega með okkur en það er eins og það er bara og lífið heldur áfram og það verður bara finna einhverja aðra leikmenn inn í hópinn þegar það gerist. Var þetta langur aðdannandi að þessum fjölskyldum?
Nei, svo sem ekki sko, þetta var búið spjall, ég veit Óskar var búinn að vera að fylgjast með okkur og Amin þá náttúrulega leiðinni sko og það er bara frábært skref fyrir hann að fara til þeirra núna og fá Óskar sem þjálfara út, þegar hann er frábær þjálfari og mun hjálpa honum að halda áfram að verða betri og betri við hverju deginum. Og svona þið sjálfur Njarðvíkingar hafa fengið svona mjög jákvæða umfjöllun og svona mikið svona umtal í podcastum og annað, finnst þér svona kannski það tal, hvernig gengur svona að halda mönnunum bara á jörðinni við svona allt svona jákvæða umfjöllun sem þeir eru að fá? Já, þú veist, það er bara verðskuldað að fá jákvæða umfjöllun. Ég veist, þeir búin að vera mjög flottir, mér finnst að byrja þetta mót mjög vel fyrir utan kannski þennan leik og það er bara fullt af leikmönnum sem eru bara mjög flottir í þessa deild og margir hann getur tekið næsta skrefin og við erum að vinna því hver einasta degi og ég held að þeir séu ekkert komnir eitthvað lengra heldur en í haustunum heldur en bara næsti leikur sko. Við erum búin að læra mikið að hvernig þetta var í fyrra hjá okkur, hann margir sem voru með mér í fyrra þegar við vorum alveg töpnum í fyrra held ég á sama tíma sko, þetta er þannig sko, en við sko við erum ekkert að pæla í hvað aðrir eru að tala um okkur, við vitum nákvæmlega hvað við getum, við vitum nákvæmlega hvað við erum að gera og það er bara á okkur að gera það einhvert einar skipti út þegar við vitum það, ef við gerum það þá eigum við helviti góða séns á að vinna leikinn. En svona þú sjálfur, þú náttúrulega fengið jákvætt umtal og margir farin að orða þig strax við önnur liði bara upp í bestu, finnir þú fyrir svona auknum áhuga bara á sjálfum þér? Nei, ég hef náttúrulega alltaf sjálfur rosalega mikið náhuga sjálfum mér en það er svo það er. Nei, ég er ekkert að pæla í þessu, ég er búinn að vera í þessu bolta eiginlega alla ævi og veit alveg hvernig þetta virkar þessi heimur og ég er bara fókus á bara mitt verkefni og mitt verkefni ég er ennþá samningsbundinn Njarðvík hér og það er bara mitt fókus að gera eins vel og ég get og halda áfram að gera það sem ég er búinn að gera og ég seldi nú stjórninni á fyrir tveim ára síðan að ég geti gert einhver x hluti með það og mér finnst við vera góðri leið þangað og það er ekkert búið en við vitum það líka að hlutin eru mjög fljótir að gerast í fótboltaheiminum og ég var nú vitni að því mörg oft þegar ég var að spila sjálfur í atvinnumennskunni en það er bara eins og það, þetta er bara fótboltinn og lífið heldur áfram en meðan ég er hérna þá mun ég halda áfram að gera allt sem ég get gert til þess að lyfta þessu klúb á hærra level. Takk fyrir.